Þú ert bara komið með öfgana sikkur megin. Þú ert bara með reiðu vinstrikonnar að segja okkur það að við séum hérna í hælum og í gestrenga því að við séum svo undirokaðar og við séum engu skárri heldur en konundar í Miðausturlöndum sko og við bara skammast okkur fyrir að vilja vera sletta okkur hárið og líta vel út, þú veist. Og svo ertu bara komið með einhverjar hérna framsóknarkonur hinum megin eða sundrungur úr framsóknarflokknum sem að tekur upp einhver eitt og eitt tjáningarfrelsismál og hama síðan á konum úr hinn áttinni. Þessi langvarandi neikvæð umræð og óþol í garð hæliskerfisins, í garð ólíkra menningaheima sem hafa komið hérna til lands og valdi því að unga konur þora ekki lengur að fara í Hagkaupaskeifinu seint á kvöldin og eru þora ekki strætó og vanda mjög vel valið á leigubílum. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig er þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-slekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Diljá Mesta Einarsdóttir, þú ert að koma inn í fyrsta skipti, kærlega velkomin. Takk fyrir það, loksins fæ ég að koma. Loksins, ég er náttúrulega búin að reyna að fá þig lengi, sko. Já. Þú lætir ekki hafa upp að þér. Nei, nema það er þessi list að láta þess ganga eftir sér, skilur. Já, hefur líka aldrei neitt að segja. Nei, svo er líka það, ég er líka safn í sarpin. En ég ætla að reyna að toga eitthvað upp úr þér hérna í dag. Við vorum að skrifa nú eitthvað niður, hvar erum við að byrja? Hvar viltu byrja? Já, bara hvar vilt þú byrja? Kulnun. Hvað er kulnun? Við erum alltaf bæði bara á barmi kulnunar. Sko, þetta er náttúrulega eitthvað fyrirbæri sem að mun hverfa, en mér er svo skrítið að það sé ekki horfið. Út af því að núna þegar það er einhvern veginn kólnun á húsnæðismarkaði, þegar það er kólnun í hagkerfinu, allt orðið einhvern veginn erfiðara, en opinberir starfsmenn hafa ennþá getu að ef þeir nenni ekki að vinna, að þá segjast þeir bara alveg vera búnir á því. Hefur einhver alþingismaður farið í kulnun, veistu það? Það getur ekki verið gott fyrir pólitíska feril að fara í kulnun. Ekki svo ég veit til, það eru þeir örugglega bara mæti í vinninu anyway, sko. En ég ætla sko með þetta fyrir bara í kulnun. Þú ætlar að draga úr? Nei, ég ætla ekki að draga úr. Ég ætla að segja sko að það er örugglega, eða það er bara klárlega til eitthvað fólk sem að, heilbrigðisstarfsfólk sem að vinnur yfir sig, sko, ger út af sig og bara fær einhver svona taugaviðbrögð og líkamleg einkenni, veikindi. En að setja merki meðan kulnun á það, ég er náttúrulega bara búin að fá það staðfest og skjálfest að það er auðvitað ekki læknisfræðilegt hugtak. Þetta hugtak er ekki til, sko, og þess vegna hef ég verið svona aðeins sett spurningmarki við það að læknar sé að skrifa upp á það að þú sért haldin kulnun. Eitthvað fyrirbæri sem að er sagt vera vinnutengt ástand ef að þú gengur fram að þér í vinnu eins og þú hlýtur að geta gert og við þekkjum auðvitað dæmum þekkjum að fólk sem hefur gengið fram að sér í vinnu og bara og þurft að stiga skrif tilbaka og ég bara farið veikindaleyfi af því að það hefur verið komið einhver einkenni alls konar einkenni en ég set svona aðeins spurningamerki við framkvæmdina og auðvitað hvernig þetta hefur blásið upp og svona, verið blásið upp sko rokið upp og ég auðvitað hef lítið fyrir mér í því nema bara tölfræði og virk samtölu við atvinnurekendur og svo þetta bara svona nærumhverfið. Já, þetta er nefnilega sko samkvæmt virk sem að ég ætti nú að hafa hagsmuni að því að fleiri fari í kulnun og þeir eru að sjá til þess að ef að fólk væri ekki mikið í kulnun þá væri lítið að gera hjá virk en þeir, samkvæmt sko þeirra tölum að þeir náttúrulega sína ýmiss konar endurhæfingu en kulnun er hlutaði en samkvæmt þeirra tölum þá er bara 5% af þeim sem að fara í kulnun og svo er bara þessi eins og segi Já, þeir sem eru með vottur upp á það að vera í kulnun þeir sem fara í kulnun 95% af þeim eru ekki skilgreind með kulnun Nei, samkvæmt einhverju stöðlum, já og þetta er risastórt bara mein innan eins og bara markaðar sérstaklega
Já, samt þannig að við höfum ekki nægilegar upplýsingar það, því eins og þú veist að þá ég búin að vera að spyrja þetta ítrekkað í þinginu. Árum saman, myndi einhver segja. Og það ekki haldið utan þetta. Og þú veist, maður skilur útskýringarnar sem að fylgja því að þetta bara persónugreinlegar upplýsingar, þú ferð í veikindaleyfi og þú þarf ekki að tilgreina ástæður, þú ert bara með vottor og þú bara eitthvað tímabil, sko. Og það ekki haldið sérstaklega utan af hverju það en svo hefur maður bara heyrt þetta frá vinnustofun, sko. Þetta sé orðið svona mjög hvimleitur vandi. Já, ég meina, ég var bara að tala við forstöðumann risastóra stofnunar hér á landi og sá aðili sagði við mig bara þetta risastórt vandamál sem að ég veit ekkert hvernig ég á að takast á við út af því í fyrsta lagi umræðan þetta allt og eldfim og sem forstöðumaður að þá get ég eiginlega ekki verið að setja spurningamerki við neitt af þessu. Samt sem áður þetta að verða risastór hluti af öllum útgjöldum og ég þarf náttúrulega bara að ráða fram úr því hvernig ég fer með fjármagnið en þetta orðin svo stór stöpull og ég meina eins og hjá bara sem ég þekki náttúrulega til á velferðarsviði að það bara millistjórnendur eða forstöðumenn hætti ekki lengur í starfi. Bara fara alltaf í veikindaleyfi og ég hugsa með mér hvaða vinnumarkaður getur borið það að fólk hætti aldrei í vinnunni heldur fari í langtíma veikindi sem að svo að lokum þetta náttúrulega bara fjárhagslegir hagsmunir þess vegna kulnun fyrirbæri því að þú færð afturreiknað yfirvinnu og í stað þess að þurfa bara hætti í vinnunni og klára þenn uppsagnarfrest að þá þarftu ekki að vinna þinn uppsagnarfrest og getur verið lengur frá vinnu en að endingu náttúrulega koma þessi starfsmenn aldrei aftur þannig að þetta bara orðin í rauninni svona príma starfslokasamningur. Kannski þarf ég bara að ganga harðar að til dæmis heilbrigðisráðherra varðandi þessar uppáskriftir. Af því að eins og nefnir, þetta bæði veikengst þetta hjá opinbera en líka á almennum markaði. Og orðin alveg töluverið baggi maður að heyra af þessum vinnustöðum. Þannig kannski þarf ég bara að ganga svona betur á hann og fá skýringar á því hvernig hægt sé að skrifa upp á fyrirbæri sem ekki læknisfræðilegt og að hafa þessar greiðlegu áhrif á vinnumarkaði. Já, nei, ég eins og ég segi, ég næði ekki alveg hvernig þetta á að geta staðist en ég eftir á móti hef trúið þessari ríkisstjórn til þess að takast á við þetta. Já, akkurat. Þannig að Kristrún að fara með heimilsfötum. Já, hún mun binda endi á kulnun. Já, ég meina þú sér það líka bara á tölunum að þau að standa sig mjög vel og þrátt fyrir svona smá erfiðleika í hagkerfinu. Sko, já, sé að tölunum að þau sé að standa sig mjög vel. Ég sé að einhverjir af þeim mælast vel. Já. Já, það kannski ekki mælikvarði á það að þau sé að standa sig mjög vel. Eins og þú nefnir sjálfur. Við erum það eru ekki bara blikur og loft í efnahagsmálum. Við erum bara stödd í smá stormi núna í efnahagslífinu. Við erum búin að bíða núna í heilt ár eftir bráða aðgerðum í húsnæðismálum. Og nú að vera að kynna þennan fyrsta húsnæðispakka ári síðar og þessar bráðaaðgerðir hafa eitthvað farið fram hjá mér. Þannig að... Ertu að segja að þessi húsnæðispakki hafi verið á lítill? Please, ekki segja... Þú ert búin að skamma mig fyrir þetta orðalag og ég ætla ekki að koma í þessa gildru. Nei, ég ekki að segja hans á lítill, ég er bara að segja þetta eru skattahækkanir, þetta eru langtíma kerfisbreytingar, þetta eru engar bráðaaðgerðir. Það það sem ég að segja. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Nei, og ég meina, og þú veist, svo eitt sem hefur verið ótrúlega sérstætt sem ég hef ekki mikið komið inn á í samtali mínu. Ég er búin að tala mjög mikið um húsnæðispakka. Ég er búin að gera... Við hefum orðið verið við það. Ég er búin að gera 4 þætti frá því hann kom út, bara þetta. Ég er búin að tala við Jónas Atla og Björn Berg og náttúrulega líka mína eigin þætti þegar ég er bara með einræðu. En sko, eitthvað sem ég hef ekki mikið talað um þessi 4.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal. Já, láttu mig þekki það. Að eitt í þessu sem að ég er búin að gleyma og virðist gleymast í þessu að
þessar 4.000 íbúðir eitthvað sem eru búin að vera á teikniborðinu í mjög langan tíma en samt þetta er svolítið svona svo glærukynningar Dags B. Eggertssonar á sinni tíma, hann var alltaf með sömu og ég veit að þú veist verktaka voru að kvarta yfir þessu alltaf dustaði í ríkinu, það bara ný kynning já, og alltaf með sömu einingarnar í bígerð sko. Já, ég meina þetta er náttúrulega líka bara hluti af miklu stærri pakka sem í bígerð í Úlfarsárdal, þetta er auðvitað bara lítill hluti af því í raunni og það ástæða til að hafa miklar áhyggjur af þessum fyrirætlanum, svona skipulagslega séð eins og meðal annars Hildur Björnsdóttir og fleiri hafa verið áhyggjur varðandi fyrirkomulagið, þéttinguna sem er fyrirhugað á þessum uppbyggingasvæðum. Og ég veit að íbúar í Úlfarsárdal, því að við heldum nú meðal annars opinn fundar í kosningabartunni síðast, þetta er nú svona nágranna sveitafélag okkar í Grafarvogi, að þeir hafa miklar áhyggjur af þessum þéttingar áfram, að það verði hreinlega ekkert andrými eftir í hverfinu, að innviðirnir muni ekki þola þetta og svo eru þetta bara áhyggjur af umferðinni allt kring, getum tengt þetta við umræðum ýmislegt annað eins og Sundabraut og það er bara einhvern veginn verið að loka okkur af þarna í þessum hluta borgarinnar sko. Já, en ég vil náttúrulega bara taka þessi ljótu grænu svæði í Grafarvoginum og byggja þeim sko. Það er ekki til svo blettur sem að hundur minn kúkar ekki á sem á ekki að setja blokk á sko. Það er bara þannig hann þarf bara að læra að kúka göttuna malbyggið já, en þetta er alveg eins og segi ég líka sko að þessi húsnæðispakki muni eldast mjög illa og næsti húsnæðispakki verður helst vonandi eða reyndar óumflýjanlega til þess fallin með þetta vinda ofan af dellunni sem er í þessum húsnæðispakka sem er núna. En meina hvenær kemur hann og hvenær fyrir við að sjá raunverulega einhverjar af þessum aðgerðum sem áttu að vera bráðaðgerðir? Þú veist, þetta eru kerfisbreytingar. Það verður að breyta, það eru fyrirhuga breytingar á byggingareglum og eftirlitsregluverki. Þetta er auðvitað að vera fest í sessi séreignarsparnaðarleiðina sem að enginn hefur barist þess mikið fyrir eins og Sjálfstæðisflokkurinn og reyndar hefur margumtalaður Þórður Snær verið þeirri leið mjög mótfallin og fleiri samfylkingamenn en gott og vel, það er verið að festa hann í sessi. Hvað er það sem við munum sjá af hverju verður að vinda ofan? Ég meina ég ofta að sjá þessi skipulagsáform í Úlfarsárdal til dæmis raungerast. Já, en svo alltaf með þessa hugmynd eitthvað að allir hópar sé einhver jaðarhópar. Sko ég líka er eitt í þessu, þegar við erum í kringum 20, í hvaða svona tekjutíund heldur að við hefum verið, þegar við erum í skólaðinu. Við erum í svona lagstu... Við fátækramörk. Já, við erum í svona lagstu 20%. Félagslegur hreyfanleiki á Íslandi er mikill, efnahagslegur og félagslegur. Ég held að sé ennþá þannig að hann sé mestur í OECD. Já, þannig að sko þegar við erum að tala um þessi mál og eitthvað alltaf klappa okkur á baki fyrir að koma til móts við einhverja hugmyndafræðilega jaðarhópa, þá erum við flestum tilfellum að tala um fólk sem er tímabundið eða hefði verið tímabundið inn á þessum í þessi tekjutíund og svo er náttúrulega tekin einhver manneskja, hún mókaði inn í kvöldfréttir og sjáðu er manneskja sem hefur alltaf verið í þessari tekjutíund og þess vegna erum við að byggja ofan á húsnæði fyrir þetta. Já, þú ert að tala um það fyrirkomulag. Já, þetta er bara, þú setur bara... Og hugmyndafræðin er líka bara vond að búa til kerfi þar sem að ríkið á einhvern veginn hluti þínum eigum. Ég meina við sjáum nýlegt dæmi það að verktakar er að stíga inn á þetta með samskonar hætti en bara miklu betri og taka miklu stærri skref. Ég held að þetta með frekar að ítandi það. Já. Þetta er svo sko ríkið þegar kemur að húsnæðisuppbyggingu er svona eins og ofdekru dóttir sem þú þurftir að taka með þér í vinnuna sem er svona rosalega mikið að skipta sér af eitthvað, ég vil líka skoða þetta, ég vil líka en í rauninni er hún bara fyrir, skilur, hún gegnir engum tilgangi hann er fólk sem að vill kaupa íbúð, hann er lánastofnun sem að vill reyna að lána fólki fyrir sinni eign og þannig eru byggingaverktakar sem að vilja búa til þetta húsnæði undir þessu fyrirkomulagi, en svo kemur ríkið inn sem er þessu ofdekraða dóttir og við bara ég ætla að fá líka ég vil taka þátt í þessu, ég vil líka prófa þetta og er stanslaust að skipta sér af og í rauninni setja sand í tannhjólin og sko, mér er stjórnmálamenn sem tala um það að þeir ætla að fara að byggja húsnæði. Þetta er ennþá sagt í dag. Ég er búin að tönglaðast að þessu bara. Hættiði að segjast ætla að byggja húsnæði. Það er ekki bara skref aftur. Þú hefur aldrei, sko, Inga Sæland hefur aldrei búið til húsnæði. Nei, en ég ætla sko, nú ætla ég að stíga inn í þessu umræðu varðandi þátt borgarinnar, af því að þetta er auðvitað ekki bara ríki sem er að þvælast fyrir. Menna, hvað er eftir, nú mann ég ekki tölunu, sko, yfir fermetra fjöldan sem að situr auður í Reykjavíkurborg, einhverju svona fyrstu hæðar svokallum verslunarhúsnæði. Þú veist,
Ég meina og svo bara heldur þessu umræða áfram og þetta bara búið að vera núna árum saman meðal annars upp á Hlíðarenda. Það má ekki nota þetta húsnæði neitt annað, það má ekki breyta þessu húsnæði í íbúðarhúsnæði og það stendur bara autt. Allar þessar óseldu íbúðir sem eru bara óhagkvæmar, sem að bara mæti ekki eftirspurninni. Þetta auðvitað út af einhverjum gölnum reglum og það þarf bara að létta þessu regluverki og borgin og ríkið þurfa að hætta að skipta sér svo mikið af. Já, svo líka bara, þú veist, eins og segja hugmyndafræðin, ég meina, það til dæmis reiturinn í Reykjavík þar sem að myndi átt að vera eitthvað rosa, verður svo kósí bakari og svo verður ísbúð og þetta verður svona rosalega svona þéttu kjarni. En fólk náttúrulega bara gerir sér grein fyrir því að það fari miklu ódýrara vöruverð annar staðar og það er miklu betri framleiðsla annar staðar. Þannig að þá er þetta bara einkareknar líta aðgerðastofur og eitthvað svona dellan sem enginn hefur eitthvað að gera við. En það er verið að þú veist, gefa eftir til þess að þetta takast á við bara veruleika sem er fyrir hendi. Eitthvað sem að verktakar vissu, eitthvað sem að þeir sem að keyptu vissu, eitthvað þeir sem að lánuðu fyrir verkefninu vissu. En svo erum við með, skilurðu, bara Dóru Björt inn í þessu sem er bara að taka svona ákvarðanir. Nágranna minn? Og svo nágranna þinn með örugglega RAM 140. Nei, ég segi svona, hún er alltaf með það nóga bílastæðum í henni. En hún kemur bara og segir bara já, vandinn á húsnæðismarkaði, er það ekki evran? Já. Og ég bara, hvað er að tala um? Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, ég finnst gaman að heyra þessum pælingum að því ég bý í hverfi sem er, þar sem íbúafjöldin er næstuð jafn mikill á Akureyri. Og það þrífst ekki lengur bakariðar sko. Það er ekki kaffihús þar, það er ekki bakariðar, það eru skyndibitstaðir, það er ekki í rauninni einlegt veitingahús. Er ekki Spöngin eða? Jú, Spöngin sko, skipulagsleysi sem Spöngin er, sem er svona byggt eins og svona bandari strippmól í rauninni. Þetta er bara svona bogi og svo bara ekkert bílastæði sko. Spöngin er rétt nefni. Gott að þú sagði það. En Spöngin er líka sko í miðju Grafarvogs einhvern veginn, þannig að þú kemur inn í hverfið þá bara liggur beinast við að þú þetta stoppa bara upp á Höfða og sinnir erindum sko í staðis að keyra inn í mitt hverfið og mesta stíflan í Grafarvoginum í umferðinni er orðin sko ekki frá miðbænum eiginlega inn upp á Höfða, heldur einhvern veginn frá Höfða og inn í Spöng. Því að það er búið að þrengja svo svakalega að umferðar og ljósastýringin svo léleg og svo framvegis sko. Það er svona gott að fara hjóli eins og sást þér að snjórinn kom. Já, það var gaman að fylgja og óblíðar móttökur hölræðminni Grái, við erum ekkert með mikið af þeim þar sko. Með hvernig hélst þú í þessu? Þetta er allt vini mínir og nágrannar, besti ég stíg ekkert inn í þetta er svo nálegt mér. Þetta er svo nálegt. En ég veist bara mikilvægt að þú nefnir hjólaræðminn, mér er svo gaman að sjá sko því að ég hef nú búin að vera að fara kynningar Sundabrautar áform og mér er svo gaman að sjá hvað er lögð þunga áhersla á það að ekki bara hjólandi heldur gangandi geti farið Sundabrautina og þar vega sjónarmið landsbyggðinnar mjög þungt. Þeir hafa lagt áherslu á það og sko þeir hafa annars verið svara því að þeir finnst mikilvægt að gangandi geti farið Sundabrautina en hins vegar að þeir munu aldrei nota Sundabrautina. Þannig að mér finnst þetta svona, þetta er skemmtilegt einhvern veginn. Já, en þú sem mikil áhuga kona BMI-stuðul, hlýtur svona að fagna því að fólki verið að láta ganga Sundabrautina. Já, auðvitað gerir ég það. Hvað er þetta langt? Hvað er Sundabrautin löng? Góð spurning, nú man ég ekki að þetta eru 3 útfærslu sko, nú man ég ekki alveg. Ég ger mig enga grein fyrir því. Nei. En hérna... Ég man sko, leiðin sem að við höfum verið að spá í svona útópíska gangnarleiðin sem væri eiginlega svona, þú veist, sem við höfum kastað fram inn í umræðina, svona áhuga fólk meðal Guðlaug Þór og fleiri áhuga fólk byggingu Sundabrautina sem við leggjum þunga áherslu á að koma sem fyrst. Þá erum við að tala alveg 4-föld hvalfjarðargöng. Ef þú ert að fara eitthvað svona alvöru framkvæmd, þú veist, framsýna framkvæmd með góðum tengingum og alla leið vestur í bæ, sko. Bara svona sunnudagstöld. Já, ég meina það bara sunnudags, já. Þetta er bara þyngdarstjórnunarmál. Sundabrautin verður fyrir gangandi. Já, svo líka en það er annað sko sem að ég hef líka haft mikinn áhuga á sem er Kársnes, á milli Kársnes og Skerjafjarðar.
Ég skil ekki alveg hvernig það fór í gegn að það verið bara borgarlína og gangandi og hjólandi. Flott heita brúin. En ég skil ekki, þú veist, það er svo margt skrítið eins og það hvernig borgin hefur verið að þrengja að stæðum í miðbænum, það sem bara fólk sem að býr, þú veist, bara getur ekki lagt fyrir utan heima hjá sér út af því að það er verið að greiða í stæði, en það verður engin, það er ekkert raunverulegt aðhaldsafl, bara fólk lætur þetta ganga yfir sig. Sama eins og með þessa braut. Þrýstihóparnir eru náttúrulega bara, þetta er eldra fólk, þetta er fólk með fötlun sem að hefur eiginlega látið mest í sér heyra varðandi þessa að því þú nefnir miðbæinn sko, og það er bara svo auðvelt að einhvern veginn afskrifa þetta fólk og bara útiloka það sko, því miður. Ég hef verið að taka þessi mál upp í þinginu og beindi sérstaklega reyndar að meðal annars Ingu Sæland sko, sem hefur verið ötull talsmaður þessa hóps, hvernig hún geti einhvern veginn verið síðan í meirihluta Reykjavíkurborg sem er að bjóða upp á skipulag þar sem ekki verið bílastæði fyrir fólk sko. Það sem að þú ert bara hreinlega að útiloka ákveðna hópa, en varðandi Fossvogsbrúna, þú ert náttúrulega að vanmeta alvarlega hvað Kópavogsbúar hafa mikinn áhuga og áhyggjur á BMI-stulunum sko. Það er bara, það er alvöru baráttumáli Kópavogsbúar. Já, en þeir náttúrulega samt eru með sjálfstæðismenn í brúnni sko, þannig að það er náttúrulega bara verið að skera niður þjónustu annað. Annað en heldur en í borginni. Ég er ekki rifin, við getum sagt það. Nei, en það er bara og svo finnst mér auðvitað bara líka kostnaðarpælingarnar fráleitar sko. Já, ertu að tala um kostnaðaráætlanir Reykjavíkurborgar? Ég er að tala um Fossvogsbrúna. Já. Fyrir 9 milljarða brú eða hvað sem þetta er orðið. En förum í kostnaðaráætlanir. Núna er þessar kryddpíunar að sýna okkur, þú hlærið. Ekki vera sko, það er stimpil sem mér er andum, kallaði valgerðina, ekki kryddpíurnar sko. Já, en þú veist, það er bara því að þið eru þetta er uppvaxtar ædolun mín sko. Þið eru ekki með jafn sterka leiðtoga í borginni. Nei, og ekki en söngalska, svo mikið. Nei, nákvæmlega. Hvenær er nóg en það eru að fara að skila miklum hagnaði í Reykjavíkurborg og samhliða því að bæta þjónustuna. Já. Þannig að það er náttúrulega eitthvað sem að hægri menn hafa verið að reyna en ekki tekist að gera, allavega ekki að sannfæra kjósendur í 20 ár síðan þau stýrðu borginni senast. En núna sjáum við það bara, það þarf 5 vinstri flokka til og þá bara smellur þetta saman, þá verður útkoman svona glæsileg. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Heldur að Gulli muni koma til með að bera sigur og bítum þegar hann býður sig fram? Þú veist alveg að hann býður sig fram, ekki? Nei, ég veit ekki það. Á hvernig að ljúga? Ert að ginna mig hinga? Er þetta raunverulega ástæða fyrir ég fæ loksins að koma í þáttinn? Hvað heldur að við séum að gera hérna? Fáum fyrirvænt aðstumann Guðlaugs til þess að segja okkur eitthvað mættalegt frambúð. Gulli, má koma núna. Nei, en þú veist, þegar hann fer fram, sem hefur verið mjög spennandi, þetta er svona eins og ég gerði þetta við Lilju Alfreðs líka, þá tók ég bara viðtalið, gerði ráð fyrir því að hún verði næsti formaður. Já. Og en hún viðurkenndi það líka bara. Það var mjög þægilegt, löngu áður hann að Sigurður Ingi. Það finnst mér svo gaman að koma þér óvart og segja bara ég ætla að taka hann slag sko. Þetta er bara tilkynning. Er það einhver möguleiki? Nei. Af hverju ekki? Ég er að slá þig út af læginu móti. Já, það mun ekki takast. Ég er bara svo fókusur á þingstörfin. Og við erum bara með gott fólk í brúnni, gott fólk í þessum efnum sem hefur mikinn áhuga á borgarmálunum. Ég er bara reynd að styðja við þau vettvangi þingsins. Við lítinn fögnuð samfélkingamanna. Nú er ég ringlaður, hvaða fylkingu sjálfana ertu að tala um? Þeir eru náttúrulega þríklofin, sko. Þetta er ótrúlega samstilltur og sterkur hópur eins og þú þekkir. Nei, þú veist það alveg vel að þetta er ekkert samstilltur hópur. Nei, sko, það er algjör tímaðislega að fara yfir það í hverjum einasta stjórnmálflokki hvaða fylkingar eða brýr myndast hverju sinni í hverjum hópi. Það er bara alltaf þannig. Þetta eru ákveðnar kreðsur og ákveðnir hópar sem að stilla saman strengi í öllum stjórnmálaflokkum. Það er ekkert öðru í sjálfstæðarflokkum heldur en öðru flokkum. Prófa að ræða þetta við gamla samfélkingamenn. Já, Heiða Björg er svona hinum með við Kristrúnu held ég sko, allavega með hvernig svona atferðlið þeirra er, hvernig þeir bera sig að hlutunum sko. Ég held að hún sé meira svona dagsbé megin í samfélkingunni. Þannig að það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu sko, út af því að núna náttúrulega Heiða Björg komin í þá stöðu að hún mun óumflýjanlega leista samfélkingarinnar, eitthvað sem ég hefði talið vera algjöran ómöguleika, út af því að ég til hún ekki vera, hún er besti stjórnmálamaður á landinu náttúrulega,
En ég held að hún sé ekki físil hvaða svipur er þetta? Ég bara, engin svipur. Bara fyrir hlustendur að þér hafi vitað að fyrir færti bókar Býttu, er þetta ekki í mynd? Jú, líka, en það er ekki allir að horfa. Ég er virkilega gaman að heiðu, mér finnst hún virkilega skemmtileg. En hérna... Hún er lungin. Hún er án borgarstjóri. Hvað hérna, já, nákvæmlega, án þess að nokkur hafi farið inn í kjörklefan og sagt í dag kýs ég Heiðu Björk Hilmarsdóttur. Er það ekki bara svolítið með samfylkinguna undanfarinn kjörtímabil? Var ekki alltaf verið að hafna þeim, að voru alltaf missa fylgi, en heldur þess að alltaf áfram að stýra borginni og öllu baki tjöldin, sko. Ég nefnir núna stýraðu allstaðar. Já, þannig að það er ekki hægt. Þú sagðir, hrollvekjandi staða. Já, en ég meina, óháð því, þá treystir fólk þeim mest. Já, það er ágætis svona raunveruleika tjekk og bara svona tuska andliti fyrir okkur hinn sem erum að bjóða fram kraft okkar, sko, af því að þetta er svo lélegt, sko. Já, hvernig getur að hafa fylgst með samfylkingunum öll þessi ár í borginni og hugsa bara, gefum séns í landsmálunum, bara gerum það. Mér finnst það ótrúlegt, sko, og það er bara, maður þarf bara að taka sér verulega á, það er svo mikið víst. Já, en ég minna, kannski er fólk ekki endalega að treysta þeim, heldur bara að passa upp á það að þið séu ekki að fara leiðin hérna vinstri græna til stjórnar. Það geti verið. Kannski miklu meira það. Það geti verið. Nei, en minna, svo er náttúrulega bara fólk sem að kýs flokkinn, hægra meginn á hérna, hægra ásnum, sem er náttúrulega miðflokkurinn í dag. Já, og ber nafn með rentu. Já. Alveg ótrúlega skemmtilegt. En ég minna, þú veist, Snorri Másson er að rífa fylgið upp. Já. Þegar orðin jafn ykkur. Ég veist það ekki dólíklegt að hann sé að því. Nei, var ekki bara mistökja Bjarna að það mók ekki Snorra inn á lista sinni tíma? Nú tók ég ekki þátt í hérna, því samtali eða þeim aðrænda, þannig ég þekki það ekki, sko. Nei, en þau eru að horfa tilbaka. En ég ger ráð fyrir að Snorri hafi skoðað bara þessi góðu framsóknarmál sem hafa komið frá miðflokkum gegnum tíðina og hérna fundið sér bara fitta vel þarna inn, sko. Já. En hvernig er að vera einhvern veginn með bera nafnið miðflokkur og vera að reyna að selja allir og sért hægri flokkur? Það er pingu snúið. Já, en getur þeir ekki bara fært þeir rauk fyrir því að allir sjónir vinstri vók og þá lítur miðjan út fyrir að vera hægri sinni? Er ekki, hverjir er þessu vinstri vók? Þetta er bara, hérna, það er ótrúlega fólk að segja við mig að það vanti allt fútt í þingja því að þessi ekkert vinstra vók þar lengur, sko. Já, mér er þess að Sigmar Guðmundsson er hættur. Já, það er rétt, það er rétt. En hérna, klárum borgina, þú veist, Gulli fer fram, hvernig ætlið að stíla ykkur að þessu? Þú veist, þegar ég veit að þú ert náinn Gulla, þú myndir örugglega koma að hjálpa eitthvað við þetta. Ég er hérna, ég á góða vini í borgarstjórn úr öllum áttum, hérna, bæði Hildi og flesta þá, eða alla þá sem að sitja þarna á listanum. Og ég get bara greint frá því hér að ég er ekki hérna, með neinar innherjar upplýsingur um það hvernig þessi mun mynda fram. Nei, en þú vonar það samt með mér að Gulli fari fram og hann var ekkert með þetta 3 mínútur með Gulla hérna á einhverju miðju og kjörtímabili nema hann var að fara fram í borginni. Já, þú þekkir Gulla ekki vel ef þú heldur það, sko. Ég var nú eins og fóst hérna yfir á hana, ég var aðstofamaður hans og er búin að fylgja með pólitík lengi og hann er alltaf að minna á sig og hann er hérna ótrúlega duglegur stjórnmálamaður, þannig að ég held að það hef ekkert eitthvað sérstaklega með það að gera. Það eru auðvitað stórar baráttur framöndan hjá okkur á þinginu, meðal annars þessi glórulausa vegferði í átt að Evrópusambandinu, þar sem að ég held að kraftar hans myndi nýtast mjög vel. Þannig að þú vilt ekki sjá hann í borginni? Og við erum með sterkan notvita í borginni og ég ætla bara að sjá hvernig þessu vindur fram. Myndirðu vilja sjá hann í borginni? Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðinn þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka.
og það ég vil sjá hann í borginni, sko, ég er bara út af því að ég veit alveg að, þú veist, þú átt að passa að segja ekki neitt. Ég sit á þingi, ég með honum í kjördæmi, mér finnst að vera lykilmaður á þinginu, þannig að ég, þú vilt að hann fari ekki fram. Mínir eigin hagsmunir þegar ég vil hafa, öfluga mann með mér á þingi, sko. Já, herðu, ok, ég næði þess ekki upp. Og núna er ég gjöruglega búin að ekki stíga á neinar tær. Nei, en ekki einu sinni hefur borgast fyrir. Sem ung hægri kona, núna eru stelpur peppaðar við Miðflokknum. Gellupólitík, Hlédís Maren talaði hvað veist þér það hugtak? Sem að, jafnréttisbaráttan sem að þú náttúrulega hefur verið gagnrýnin á, sérstaklega varðar islam og fleira. Hvernig horfir þetta við þér? Af hverju eru stelpur svona spenntar fyrir Miðflokknum? Já, ég held nú að það sé aðeins uppblásið, en það er rétt hjá þér, ég er ung hægri kona og ég er ekki bara ung hægri kona, ég er ung íhaldskona. Og þegar ung íhaldskona eins og ég er farin að fá hroll yfir málflutningi ungra kvenna sem að kenna sig við Miðflokkinn, þá held ég að það er bara gott að þú nefnir þetta, sko. Og þú nefnir það að ég hafi aðeins verið að taka skanans á jafnréttisbaráttunni. Mér hefur nú þótt sumt sem hefur komið úr þessar átt bara hljóma eins og það sé Halli Mala að tala, sko. Þegar að vera að tala það að konur sé að eyða sínum mikilvægustu frjósemis árum í skyndikinni. Þegar að vera að tala það að lækkun barneignatíðni með rekja til þess að konur sé að afneita sínu kveneðli. Ég fæ bara svona alveg raunverulega bara svona gæsa, þú veist svona bara óþæginda tilfinningu, sko. Svo tala úr mínu munni. Sko, bara Tóti, ég var að fara að koma þér, sko. Því að ég hef hlustað á þig sitja undir þessu orðræðu, kinkandi kolli og ég hef bara hugsað, mun Tóti fá að finna fyrir. Nei, konan hans lítur að taka á hann þegar hún heyrir þetta, sko. Þetta lítur að vera bara 3 vikur heima, sko. Bara situr þú þarna undir þessu ótrúlega furðutali og bara nákvæmlega konundar aftur heim. Já, ég bara les ekki í það þannig. Ég er enda náttúrulega, sko, þegar ég er með viðmælendur, þá er ég alltaf vel að kinkandi kolli, það ég er að pæla í það sem ég er að segja. Þú varst ekki með hæðnisglerun kinkandi kolli, þannig Tóti, og bara shame. Já, það má alveg shame. Mér líður svolítið þannig, og nú er ég bara aftur, ég er ung hægri íhaldskona. Mér líður svolítið þannig að því að í þessum málflutningi hefur líka verið talað rauðsokkurnar og þeirra aðförað kvenlægum gildum og konunni og ég tengi alveg aðeins við þennan málflutning, sko. Ég man alveg eftir því að hafa örugglega skrifað að minnsta kosti hrist höfuð yfir og nagga mjög mikið yfir því að Halla Gunnarsdóttir var að reyna að banna mér að vera gestreng. Það var svona reiðar vinstri konur einhvern veginn í því. Og nú finnst mér ég er komin með svona einhvern veginn klopning af einhverjum framsóknarkonum sem eru bara að fara aftur til fornaldar með einhver viðhorfum það að konur eigi að nýta betur sín bestu frjósemis ár. Og ég velti fyrir mér að konur sem tala svona hversu mikla reynsluðar hafa til dæmis af því að vera ung kona með börn. Ég bara kasta þessu út af því að fyrir mér er þetta svona. Það var tekin, og það eru ekkert bara rauðsokkur sem að börðust fyrir jafnrétti sem að eru þetta einstakt á Íslandi á heimsvísu. Við erum besta land til þess að búa fyrir konur til þess að búa í heiminum og það er bara blóður slagur og blóðsveitur tár sem að ekki bara rauðsokkur tóku, sko. Það er bara sjálfstæðiskonur voru mjög framalega í þessari baráttu meðalans þegar kemur að fæðingarorlofsréttindum og auðvitað að vera mikla fyrirmyndir í stjórnmálum og annað. Það er búið að berast fyrir þessum réttindum fyrir okkur og þannig hafa meðalans með því að tryggja dagvistum barna og fæðingarorlofsréttindi og annað og þetta hefur verið mikið í hugarefni kvenna síðustu áratugi og við höfum náð ákveðnum stað. En hvað hefur síðan klikkað? Hvað hefur síðan gerst? Ég held að við ættum að tala meir það hvernig samfélag hefur breyst og þróast að öðru leyti og þetta nú er ég er ekki félagsfræðingur, ég er ekki með einhverjar rætur í félagsfræðideild Háskóla Íslands. Þetta er ekki vísindaleg athugun. Þetta er bara svona spekulasjónir íhaldskonu, sko, sem er bara ungkona á barneignaraldri og fullt af vinkonum sem eru í alls konar bumbuhópum, sko, og mömmuhópum. Mér finnst að við mættum ræða enn betur hvernig karlmenn getur stigið betur upp í þessum breytta veruleika, hvernig þeir getur komið betur til móts
og tekið meira þátt í heimilistörfum, létt meira undir með heimilinu og sem þeir ekki að gera. Og síðan langar maður að nefna annað sem auðvitað sem hefur gjörbreyst og mér finnst mikið vera rætt með mínum aldurshópi sem aðkoma ömmu og afa. Það ömmu og afa hlutverki, hvernig það hefur breyst, því að það hefur auðvitað aftur, þetta ekki einhver félagsleg yfirferð, en þú veist, ég ætla bara að segja frá örófi alda hafa ömmur og afar gegnt lykil hlutverki við uppeldi barna og líka þegar að konur voru ekki útvinnandi. Það verið svona mikilvægur hlekkur bæði varandi uppeldi en líka bara svona ákveðni, þú veist, ákveðni miðlun, upplýsinga og fróðleiks og annars, menningar og annað. Að amma og afi eru náttúrulega bara rosalega mikið núna út á Kanari og Tenerife sko og bara hafa það mörg hver mjög gott og samfélag okkar hefur tekið miklum breytingum. Þannig að mér finnst að við mættum ræða þessi mál miklu betur, hvernig við getum tekist á við þetta. En ef að ungar konur sem að kenna sig við Miðflokkinn halda að það sé einhver hörgull á einhverjum skömmum og skilaboðum til ungar kvenna það að það er eftir að vera meira með börnunum sínum, já þá eiga þær ekki vona góðu þegar algoritminn þeirra breytist þegar að fara að eignast börn. Því að þá dynur svoleiðis á manni slíkar fordæmingar 1000 fyrstu dagar barnsins, svo mikilvægt fyrir það að vera sko að sofa ekki bara, þú veist, þú átt ekki bara að gefa brjóst heldur 2 ár, heldur átt að fara að dynja á svona auglýsingur og það hvernig þú getur kóslípað, hvernig þú getur fest barnsins þíns við rúmið þannig að hún sért aldrei aðskilin því og hvað sem mikilvægt fyrir barnið þetta getur hort í augun að þú þurft að pissa af því að það slíti einhvern veginn aldrei tengslu við því sko. Það er engin hörgull á svona skilaboðum til ungra kvenna það að þær eigi að vera meiri tíma með börnunum sínum, að þær eigi að horfa meiri augun á þeim og að þær eigi að fresta eins og þær mögulega geta að fara út á vinnumarkaðinn. Ég bara hlynnt því, eins og reyndar hefur líka komið fram í málflutningi þessara kvenna, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir lengi að þú hafir valfrelsi í þessum efnum. Að við gefum foreldrum, ekki bara konum, foreldrum rými til þess meðalans að vera lengur heim með börnunum sínum, til dæmis með heimgreiðslukerfi eða einhverju slíku, þetta hefur nú verið baráttumál borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins, þannig að þú hafir frelsi til að velja. En það er engin skortur á þessum sjónamið og þessum skömmum í garð kvenna. Og ég bara hvet ungar konur sem að kenna sér við Miðflokkinn til þess að víka sjóndeildarhringinn í þessum efnum og kynna sér þetta betur. Ég veist ekki, ég var að koma með Þorstein Vaff í settið. Vá, þú erum að halda í þér að segja þetta. Já, ég fattaði þennan fyrir svona 6 mínútum eða svo. Ég gæti haldið áfram. Ég veit það, sko, en ég, sko, núna er náttúrulega, hvernig vilt þú takast á við lækkandi fæðingartíðni? Og það ég alveg sammálaður einhverju leiti, sko, að það sé búið að berjast fyrir ýmsum atriðum, en mér finnst alveg svona, út af því að við erum alltaf að tala þessi, sko, einmitt samspil atvinnu og það að vera heima. Og ég held að við einmitt ættum að ýta meira undir valfrelsi með því að gera bara báða kosti mjög fýsilega. Og svo erum við alltaf með eins og þig, sko, tuðandi því, kallinn að taka meira þátt heimilinu. Ef að hann er bara að standa sig mjög vel á atvinnumarkaði og kemur inn með töluvert meiri tekjur heldur en makinn, þá getur þið ekkert verið að tuða yfir því eitthvað, verður þú líka... En vill hann missa 1000 fyrstu dögunum í lífi barnsins? Hver vill það? Engin, nei, ég meina 100% og ég meina þannig er bara eitthvað svona samspil. Sko, bara gaman að skul spyrja með þessu, hvernig ég vil takast á við lekkaða fæðingartíðni, sem er enda bara aftur, ég held að þetta var einhver svona þekkt staðreind, svona félagsleg staðreind, en mér skilst að það sé bara eitthvað svona sem tengist líka bara velmegun, sko, svona lekkuð fæðingartíðni, en gott og vel, Miðflokkskonur vilja útskýra það þannig að þetta sé afneitun á kvenlægum gildum, eða kvenlægu eðli, eða eitthvað, sem er bara félagsfræðikenning sem er mér framandi en gott og vel. Hvernig vil ég takast á við það? Já, sko, áður en ungar Miðflokkskonur eru til, að því að þetta hefur náttúrulega lengst að bara verið eitthvað svona þorrablótsfélag, Miðflokkurinn, þorrablótsfélag karlmanna, þá hef ég nú verið að leggja fram frumvörp þess efnis og verið að vekja á þessu athygli. Að við erum auðvitað ekki að búa ungu fólki, fjölskyldu fólki, mjög gott umhverfi, sérstaklega í Reykjavík. Ég hef verið að vekja því athygli.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og ég þekki það bara vel, ekki bara sjálfum mér, heldur vinkonum mínum líka þegar að vera að taka ákvörðun barn númer 2 og barn númer 3, hvað fyrsta topikið? Þeir sem auðvitað, og þá ég að tala um þá sem eru svo lánsamir að eiga með eignast börn og þau eru bara svona velta fyrir sér praktískum maturum. Nú það dagvistunarmál, af því að maður búin að upplifa það og það hef ég upplifað eiginskinni að hafa ekki aðgang að dagvistun, að vera í þessu púsluspili og vera í þessari neyð og vera einhvern veginn í þessari örvæntingu að reyna að útvega dagvistunarpláss. En af hverju vildir ekki bara vera með barninu þínu? Af hverju vildi ég borga einhverjum öðrum fyrir að sjá það? Ég tók mér nú ágætlega langt frí með bæði mín börn, en ég gæti ekki beðið eftir að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Mér hefur nú bara gengið ágætlega vel að púsla þessu saman, meðan ég var að undirbúa mig fyrir þingstörfin í dag, í gærkvöldi, að þá var ég á sama tíma að brjóta saman svona peningaseðla í svona slaufuform fyrir afmæli hjá börnunum mínum í dag og panta foreldraviðtal. Þriðja vaktin. Ég meina, það þarf enginn að segja mér neitt um þetta sko. Og við konur erum auðvitað, það alveg rétt sem að einhverju af þessum konum hafa verið að segja, að við auðvitað getum allt sko. Við erum auðvitað alveg ótrúlegar, við erum alveg ótrúlega segjar sko. Já, einmitt. Talandi um gellupólitík sko. En þetta eru mínar hugmyndir. Mínar hugmyndir eru þær að Reykjavíkurborg þurfa að gera sig í brók, Reykjavíkurborg, og við þurfum að búa betur að og hlúa betur að þessum hópi. Ég vil líka lagt til skattalækkanir til handa þessum hópi, að því að þetta líka auðvitað mikill fjárhagslegu baggi, þetta miklar skuldbindingar og mikill fjárútlát sem fylgja því að vera foreldri og hvað það ungt foreldri þegar þú ert með, eins og þú sagðir áðan, lágar tekjur. Þannig hef ég viljað nálgast þetta, ekki með því að leggja það til að ungar konur séu ekki á getnaðvörn. Mér finnst þetta bara umræða sem á heima aftur í fornöld. Hefur einhver sagt það? Já, ég gat ekki betur heyrt og gott ef þú varst ekki viðstaddur að það var verið að ræða það að í tengslu við það að konur væri að sóa sínum bestu frjósemis árum á ekki eftir þessu. Nei, þetta brentir í heilan á mér sko. Og var það hjá mér? Var þetta hléttís? Já. Að tala um getnaðarvörnum? Ég gat ekki betur heyrt en að hún hefði ágjör að konur væri á getnaðarvörnum og reyndar sko að sóaði sínum bestu frjósemis árum. Svona, sóaði þeim. Já, ég meina Mér finnst þetta að vera kalda kvæður. Ég alltaf að peppa fólk samt að byrja að eignast sko, áhuga því hvort það sé strákur eða stelpa að eignast barn sko. Sammála. Já. Það er líka bara, maður finnur það bara eftir sem ári líða, það er erfiðara, það er bara líkamlega erfiðara. Já, akkur það eitthvað skrítið að tala um það að sóa frjósemisárunum? Mér finnst bara framsetningin svo furðuleg. Mér finnst einhvern veginn að vera beina því að konum að þær sé einhvern veginn að sóa árun sínum með einhverjum hætti, að þær sé afnýta kvenlegu eðli. Mér finnst þetta er auðvitað, ég bara segi það aftur, þetta hljóma bara eins og einhver orðaði frá Halli Mal sko. Mér finnst þetta að vera fráleitt. Og svo er annað sko í þessu, að því að þú nefndir áðan orðið gellupólitík sko. Ég setti nú eitthvað aðeins út af samfélagsmiðla um þetta því að ég er svo hrifin af gellupólitík sko. Ég tengi reyndar ekki gellupólitík við einhver svona furðuleg söngatriði hjá Valkyrrunum sko. Mér finnst það að vera eitthvað allt annað en gellustælar en gott og vel. Hvað er þá gellupólitík fyrir þér? Sitt síns hverjum, mér finnst það bara að vera einmitt sterkar ákveðnar konur sem að þóra væri þar sjálfar. Ég get, fyrsta sem mér til dröð þegar ég er orðið gellupólitík er bara Meloni sko. Mér finnst það bara, og að heyra miðflokksmannesku tala um það að það séu grunn skilaboð sem vanti dýft. Mér langar bara að spóla tilbaka í kostninga áherslur miðflokksins fyrir síðustu alþingiskostningar sem að kerði bara slagorðunum byggjum, virkjum. Er þetta dýftin sem að fólk í miðflokknum er að sækjast eftir? Sem að konur Anna heldur en frelsi. Sem að konur í miðflokknum er að sækjast eftir? Þið gerðu þetta sjálf.
Þeir eru ekki svo löngu, ég man eftir eftir kosninga bara 2021. Já, Það var bara frelsi, já, árangur. Já, og hefur bara alveg tilætluð hughrif, alveg eins og byggjum og virkjum hefur. Já, akkur það setja út af þá. Af hverju er þetta kallað gellupólitík? Akkur er það gellupólitík? Ég var ekki að kalla það, þú varst að kalla það. Akkur er það Þú ert að gaslýsa mig. Akkur er það Jæja, Þorsteinn, jæja, Steini Mark. Af hverju er það einhver konupólitík sem er dulbúin undir heitinu gellupólitík, sem er bara konupólitík? Af hverju er verið að predika það að konur þurfi að vera alvarlegri? Hvað er næst? Bara jakkafötin og dýpri rödd og svo framvegis. Það er árið 2025 og ég bara býð þess að konur velkomnar í nútíman. Gerum betur. Já. Já, Nei, ég meina, það er alltaf óhætt að segja það ég get verið sammála það að konur geta svo sannlega verið konum verstar, sko. Já, þú veist, og það er held í gagnrýnin. Ég held að gagnrýnin sé bara, þú veist, að kvennaverkfallið sem er að koma saman á Arnarhóli. Við erum svo mikið samtak við þorum, getum og viljum. Kvenna og kváraverkfallið. Akkurat, þú veist, það er gellupólitíkin að setja kvár. Þú ert bara komið með öfgana sikkur um megin. Þú ert bara með reiðu vinstrikonnar að segja okkur það að við séum í hælum og í gestrenga því að við séum svo undirokaðar og við séum engu skárri heldur en konundar í Miðausturlöndum, sko, og við bara skammast okkur fyrir að vilja sletta okkur hárið og líta vel út, þú veist. Og svo ertu bara komið með einhverjar framsóknarkonur hinum megin eða eitthvað út, einhverja sundrungu úr framsóknarflokknum sem að tekur upp einhver eitt tjáningafrelsismál og hama síðan á konum úr hinn áttinni. Vertu alvarlegri, vertu dýpri, þú veist, ekki vera gella. Nei, er þetta ekki bara, þú veist, gagnrýnin á FAK, skilur þetta er bara sama Sólveig Anna er búin að tala sem að er náttúrulega bara, það er búið að taka stéttabaráttuna úr sambandi með eitthvað svona you go girl dæmi, það sem er með jafnlaunavottun og einhverja svona aðra dellu sem ég veit að þú ert búin að gagnrýna. Ég held að sé miklu frekar það og eins og segir. Kannski þetta bara mótþrá og þrjóskuröskunum mér, sko. Ég er samt svo ánægður að þú sért að bera þetta borð út af því að, sko, mér finnst persónulega allt og lítið hafa verið leitað til mín þegar það er verið til dæmis að tala breytingaskeiði kvenna eða tíðarhingi eða hana. Út af því að mér finnst vanta kynjaglerun á þetta og svona male perspective á þessi vandamál. Og mér finnst, þú veist, maður sér umræðu þætti breytingaskeiðið og jafnvel bara heimildamindir og það er ekki svona haft samband við mig. Nei, ekki í lagi. Mér finnst það ekki í lagi. Ég meina, þetta er útilokun. Þetta er ákveðin útilokun. Þetta er bara útskúfun. Nei, ég er bara með ákveðin áttavita bara inn í mér, þú veist, bara magatilfinningu og ég hef nú sagt það í þessum þætti að ég til ekki hrifna því að setja mig einhvern feministastimpil, sko, bara fjarri lagi. Og ég skil alveg þessa gagnrýni og ég bara eins og ég segi, ég tengi vel við þessa gagnrýni á vinstrikonur, hvernig það er einhvern veginn einoka þessa baráttu og smelta hann stimplum, jafnvel bætt við hana núna nýlega baráttu einhverja óskildra hópa, þú veist bara, ef þeim sýnir svo, sko, af því að það er stjórnarferðinni, en mér finnst þetta bara engu skárra. Mér finnst það bara ekki, mér finnst þetta bara öfgar í aðra átt. Þannig að ef ég les rétt í stöðuna þá erum við að fara að sjá pistlaskrif þar sem að þú, Halla Gunnar, Drífa Snædal, Arna Magna Danks eru það að fara að vera sameiginlega þetta er bakslagið og þetta er ástæðan fyrir því að við þurfum baráttuna. Nei, ég held að ég er full að trúa því að þetta er bara svona, þetta er þessi, við þurfum að spá í þessi orð sem eru orðin svo alltum líkandi eins og gaslýsing og bakslag, þá myndi ég segja líka pendull er svona orð. Mér finnst þetta að vera svona típisku pendull. Þetta er bara, við erum bara, við erum á ákveðnum stað og svo er alltaf, þú veist, við erum að rekast í veggi og pendullin er að sveiflast í ákveðnar áttir. Þannig að þú ert að segja að það sé bakslag og þú er miklar áhyggjur af bakslagi. Nei, ég er bara mjög erfitt með að taka mér þetta orð í munn, sko, en ég er ekki að segja það sé bakslag. Ég er bara að segja þetta séu furðu skoðanir. En endilega viðræður, af því ég er svo mikil talsmaður á tjáningarfrelsis. Já, hvernig en Ísland fyrst, það hefur líka komið. Já. Þú ert heldur ekki, það er bakslagi fyrir þér. Nei, það er heldur ekki bakslagi. Og þú ert ef að fara að tala svona útlendinga. Nei, það er kristil uppeldi í mér sem kemur upp þá og hugsa bara app. Ég flutti nú ræði í þinginu einmitt í vikunni þróunarsamvinnu því að ég er nú alin upp af fólki sem að ömmu minn og afa að hluta til, svo við erum nú búin að fara yfir þessum þætti, sem að voru kristinbúðar, voru meðlimir í kristinbúðsambandinu og voru meðlans í hjálparstarfi í Afríku. Og svo var ég auðvitað aðstofnmaður utanríkisráðherra þar sem ég fekk að kynnast íslenskri þróunarsamvinnu og þótti mjög vænt það að fá að kynnast þeirri vinnu betur. Þannig ég nú bara verið öll talsmaður þróunarsamvinnu og ég er ósammála því að við eigum eitthvað að loka augunum fyrir því sem er að gerast í umheiminum
svo sannarlega vitum við það að neyð ótrúlega margra svo margfalt á við það sem að bara með nokkuð tíman eiga sér stað hérna á Íslandi sko og bara hefur ekki gert í hérna öldum saman, það minnst að kosti áratugum saman. Þannig að ég bara alinn þannig upp og ég tel að okkur beri sem ríkri þjóð siðferðisleg skylda til þess að láta okkur heimsbyggðina varða. Það ekki takmarkalaus yfirlýsing. Ég held ekki að við getum verið allstaðar að hjálpa öllum alltaf allstaðar, skilurðu. En ég hef meira verið að tala það hvernig við förum með fjármunina sem að við ætlum að setja í til dæmis þróunarsamvinnu. Að við gerum sömu kröfur til skattfjár sem við verjum í þann málaflokk eins og aðra, að við viljum að nýta sem vel og þess vegna hef ég til dæmis verið mjög gagnrýnin og löngu áður en einhver sem finnast þeir mjög málsbeittandi í þessari umræðu í dag fóru að velta þessu fyrir sér, að þá var ég byrjuð að skrifa þessi mál, hvernig við varum að verja allum fjármunum í heilsuvernd. Ég rakst á grein í gær sem ég skrifaði árið 2020 þar sem ég að býsnast yfir því að og þá þetta einhver svona hundruður, þú veist, við erum að fara úr 300 yfir í 800 umsóknir og ég að lýsa við því áhyggjur í heilsuvernd og að bera það saman einmitt við þróunarsamvinnu. Hvað við hjálpum raunverulega mörgum með fjármunum sem við verjum í þróunarsamvinnu á vettvangi en séum einhvern veginn að smám saman að innleiða reglu og ráðstöfun skattfjár fyrstu færireglunni á Íslandi sem ég algjörlega á móti. þar sem að fullfrískir ungir kallmenn koma hérna ekki bara 100 eins og árið 2020 þegar ég var að skrifa þetta, heldur þúsundum og leita í okkar velferðarkerfi og mér finnst að fjármunum illa varið í þessari miklu neyð sem auðvitað mjög víða. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, hvað finnst þér? Finnst þér ég fært rauk fyrir því að út af því að maður alveg að heyra núna sögur í meiri mæli af ungu fólki sem dökkt á hörund sem að vera fyrir meiri rasisma. Tala við félaginn sem frá Marokkó og hann var að segja við mig að hann hafi verið í röð á skemmtistað. Og þar var bara fólk að kalla negra og svo var hann með vini sínum sem var af svona asískum uppruna, hann var chink og eitthvað svona sem að mann hefur fundið skrítið og hann sagði þetta ekki til fyrsta skipti sem ég upplifði þetta en þetta fyrsta skipti sem öll röðin var með svona ákveðin samtakamátt það að ég væri nú bara negri og skítugu múslimi. Mér finnst bara ömurlegt að heyra þetta og ég þykist vita það hafandi alist hérna upp að maður hefur auðvitað séð svona tilfellandi dæmi þetta, maður hefur orðið alveg vitnað svona hegðun, en hún hefur einmitt verið algjör undantekningar hegðun og mætt bara svona miklu félagslegu aðhaldi. Þú veist, það hefði aldrei verið þannig að einhver hópur hefði stutt við svona hegðun, þetta bara einhver svona undantekningar. Þannig að ef að þróunin verið í hináttina, ef þú getur verið með svona algjörlega ólíðandi framfæri og þú færið ekki félagslegt aðhald í kringu þig, þú ekki mótmæli og það ekki tekin upp hanskinn fyrir viðkomandi, þá erum við komin í alvarlega stöðu. Ég hef heyrt fleiri sögur þessu, ég hef þetta á börn í grunnskóla, þannig ég heyri söguna þaðan. Ég heyri söguna ílega á fótboltamóti þar sem að barn sem á foreldri sem doktorhörund og íslenska mömmu var fyrir aðkasti, ung stelpa og við eigum að stíga mjög fast í jarðar og við eigum að spyrna mjög fast við fótum gagnvart svona hegðun. Og þá skiptur auðvitað málið meðalans hvernig við stjórnmálamenn tölum. Því að við auðvitað sitjum ákveði fordæmi, við erum allstaðar að gasa svona eins og ég að gera hér, við erum greiðan aðgang, þó þú hafa náttúrulega ekki viljað fá mig hingað oft, að við erum mörg hver, greiðan aðgang að fjölmiðlum og ágætis hljómgrunn og hlustendur. Þannig að við þurfum að vanda okkur mjög vel hvernig við tölum. Því að það hlusta eftir. Og þess vegna meðal annars þegar við erum að ræða
útlendingamál og innflytjendamál og ég ætti bara áminning til mín líka því ég gerir þessi mistök líka að við séum að aðgreina hvað við erum að tala um nákvæmlega hverju sinni. Ekki fara að segja að öllu sé grauta saman. Ég kom með svo mikið nóg af því þegar fólk að tala um að grauta öllu saman. Þetta alveg að fara í kulnun? Ég er bara að fara í kulnun. Nei, þetta er svo ótrúlegt mál, sko, sérstaklega þegar maður bara að tala augljóst álag á heilbrigðiskerfið varðar hælisleitendamál. Það vita allir á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að og þeir sem hafa komið hana hjá bakarínu, þá oft röð niður allan stigan hjá HH. Já. Og það vita allir. Það vita að ef þú þarft að fara að leita á læknavaktina eftir klukkan 5 að þá fullt út úr húsi og það oftast fólk af erlendum uppruna út af því eins og hefur komið fram í þessum dvalarleyfismálum varðar námsleyfið sem núna í Háskóla Íslands sem verið að takast á við að þá líka auglýst að það sé ókeypis heilbrigðisþjónusta. Þannig að fólk þetta algjör segull. Og þegar fólk að tala við mig, þú veist, þegar maður fer að tala um þetta að þá bara einhvern veginn svona automatist viðbragð stjórnmálamanna að segja, já, núna náttúrulega rosalega margir sem að grauta þessu öllu saman. Þeir grauta saman útlendingum, innflytjendum og hælisleitendum og flóttamönnum. Og ég bara, nei, við erum bara að tala um það að það sé mikið álag á heilbrigðisþjónustuna varðar sérstaklega hælisveitingar og þeim sem á dvalarleyfum. Það einu sem fólk að tala um. En Já, ég þessu ósammála. Ég hef nú verið mjög framalega í flokki að draga fram þessar upplýsingar einmitt álagið á ýmsæmu innviði af völdum hælisleitendakerfisins meðal annars. Ég hef dregið fram alls konar upplýsingar og óskað eftir tölfræði og framlag mismunandi þjóðernishópa á Íslandi meðal annars, þannig að ég hef nú ekki verið feimin að taka þessu umræðu. En ég sé síðan alveg hvernig þessi langvarandi neikvæð umræð óþol í garð hæliskerfisins, í garð ólíkra menningaheima sem hafa komið til lands og valdi því að unga konur þóra ekki lengur að fara í Hagkaupaskeifinu seint á kvöldin og þóra ekki strætó og vanda mjög vel valið á leigubílum. Að ég sé það og ég heyri það meðal annars frá innflytjendum á Íslandi að þetta fara að smitast yfir aðra hópa. Og ég get alveg haft að því ágjör og það er ekki út af því að ég sé með eitthvað automatist viðbragð það að öllu sé grautu saman. Ég bara heyri þessu umkvartanir. Þú ert búin að vera skást í þessu, skal viðurkenna það. Já, ég meina ég bara óhrædd við að taka þessu umræðu en ég bara brýni það fyrir sjálfum mér og öðrum að við gerum greinamun þarna milli. Það skiptir mjög miklu máli að við gerum greinamun af fólki sem kemur hingað til lands, hvort það að koma hingað til lands og aðlagast okkur samfélagi eða hvort það að koma hingað til lands og gera það ekki. Og bara þráast við og jafnvel að koma með einhverju ósiði og óminningu eins og við höfum farið yfir þessum þætti og höfum meðalans verið að ræða dóma sem hafa fallið í garð palestínskrar fjölskyldu sem að eldirhelli konu árum saman út af makavalli og beitt hana heiðustengdu ofbeldi. Þú veist, þarna dreg ég bara mjög skýra línu og spynni við fótum og mótmæla þessu harðlega og ég bara hafna því að svona hegðun fá að viðgangast hér á landi og ég hef verið talað mjög opinskátt um það. Já, en svo þarf líka bara að taka miklu dýpri umræðu þetta sem að sko, fólk sem hefur verið að láta þessi mál sig varða og þetta eru svona usual suspects sem að telja raunverulega að það sé að gera útlendingum greiða með því að vera einhvern veginn að segja alltaf þegar einhver ræðir þessi mál bara já nei við náttúrulega megum ekki alhafa, já nei passaði að grauta ekki saman, bara telur í alvörunni talað að þú sért að gera þeim sem að gera vel á Íslandi einhver greiða með því að draga fjöður yfir fáránlega hegðun fólk sem kemur frá allt öðru menningarheimi. En samt sem áður, bara þú veist, ef við tökum bara Afganistan sem dæmi, bara við erum ótrúlega ófeimin, þú veist, á fréttastöð RÚV og annars staðar að koma bara reglulega myndbönd þar sem við verðum að tala um það hvaða afbrigði og málefni ungra kvenna hafa verið skert. En svo bara ef við ætlum að ræða það þegar það kemur upp sem að það hefur verið að gera og Afganar hafa sagt við mig að sé vandamál innan þess mengir sem að telur til Afgana og annara að þá það, já nei, við erum alltaf ekki rasistar þannig að við erum ekki að fara að tala um það hér. Nei. Og við megum ekki alhæfa.
Nei, já, og ég bara, hvernig ætlar, telur þið í alvörunni tala og sér að gera einhverjum útlendingum greiða með því að segja bara já, nei, við sleppum að tala um þetta. Við erum kannski bara að tala um sekund hlutin, sko. Nei, við erum sammála, sko. Já, ég bara velta fyrir mig framsetningunni, sko, af því að við erum sammála um það að eitthvað hefur átt sér stað núna í umræðum málefni útlendinga sem gerir það verkum að það verið að kalla inn á fótboltaleik hjá litlu barni farið heim, skilurðu? Að einhverju vinir þínir sem farið skemmtistæðaröð fá yfir sig bara svíverðingar, bara kynþáttafordóma og því ekki mótmælt. Og hvað það? Hljótum við ekki að þurfa að staldra við og spyrja okkur hvað það sem er þarna að fara á miss. Af því að við erum sammála um það að við þurfum að taka umræðuna og við þurfum sammála um það að við viljum ræða um aðlögunan, við viljum ræða um ólíka menningarheima, við viljum ræða um öryggi íslenskra kvenna og bara allra kvenna sem eru hérna á landinu, öryggi hinsegin fólks og svo framvegis. Og þá ég ekki trætt við það að tala bara um tölfræðilega staðreyndir frá upprúðlöndum þessara hópa, sko. Bara ekkert. Ég hef til dæmis verið að taka upp kynfæra limlistingu og áhyggjur mínar af því að þær komu upp hér á landi eins og þær hafa gert á Norðurlöndunum. Það hefur nú aldeilis ekki verið tekið fagnandi meðal annars af einhvern svona vinstri ástakiskonum, sko. Þannig ég þekki þetta mjög vel. En brýnir samt fyrir sjálfum mér og öðrum að við vöndum umræðana þannig að við séum ekki að smita þetta út í einhverja og missa okkur í einhverja neikvæða umræða þannig hóp bara í heilsinni. Sem hlýtur að vera, það er eitthvað smitaverða. En Miðflokkurinn er sammála þessu samt. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Miðflokkurinn er alveg sammála því að þetta sé eitthvað sem að þeir vilja heldur ekki sjá. Já. Þannig að svona pólitíska sviðinu þá er enginn sem tala fyrir þessu sjónarmiðum. Nei, þeir mættu alveg vera skýrir í þeim efnum og það er þessi að vera alltaf að tala um ekki bara tala um hælismálin heldur vinnumarkaðin og annað í svona rosalega miklu ágitón og þetta sé bara einhvern veginn aðför á okkar að þjóðin okkar og tungumálin okkar annað. Ég meina, voru útlendingar sem tóku það ákvörðun að snara öll yfir á pólsku, skilurðu? Þegar ég fæ upplýsingapósta frá skólum að það séu alltaf á pólsku líka. Voru það útlendingar sem tóku það ákvörðun í einhverju sveitafélagi hérna á Íslandi? Sem nú önnur fyrirspurn sem ég hef verið með í þinginu fyrir nokkur mánu síðan að sveitafélag á Íslandi er með stjórnsýslu á erlendu tungumáli. Þú veist, er þetta ekki bara ákvarðanir Íslendinga? Þurfum við ekki bara aðeins að fara að herða okkur? Gera meiri kröfur? En þarf þá ekki bara að fara að herða? Eins og Miðflokkurinn er að tala um? Þurfum við ekki bara að fara að herða okkur? Þurfum við ekki bara að fara að gera aukna kröfur eins og við vitum að er gert víða í Evrópu varðandi til dæmis tungumál? Miðflokkurinn er að tala þannig. Þeir eru ekki að segja neitt annað heldur en þú ert að segja. Ég er bara að brýna fyrir fólki og sjálfum mér að vanda það hvernig við tölum. Hvernig við setjum hlutina fram. Það er svo woke. Við verðum að vanda okkur hvernig við tölum. Ég er bara að tala við þig, Tóti minn. Hvað gerðirðu við Silja? Eins og ég talaði við börnin mín. Þetta er bara mótþóð þrjóskuröskunum mér, sko, eins og ég sagði á hann. Þegar þó að ég sé búin að tel mig vera mjög samkvæm sjálfum mér þegar það kemur þessum efnum, þá er ég ekkert óhrædd við það að horfast augu við það ef mér finnst síðan eitthvað að fara út á sporinu. Og þú ert sjálfur að lýsa því að til þín er að koma fólk og ég er sjálf að verða fyrir því að börnin mín er að koma til mín, að til mín er að koma innflytjendur sem hafa áhyggjur af breyttu viðmóti í sinn garð. Er það þá bara við engan að sagast? Ætla þá bara, við bara þetta er ekki stjórnmálamenn, hverjir er þetta þá? Við hverju er að sagast? Þannig að þú ert búin að vera að spúa út þínu hatri árum saman og svo allt í einu þegar þú sérð afleiðingar þess þá er það, ég vildi ekki að þetta væri svona. Nei, ég hef nefnilega reynt að vanda mig að gera það ekki, sko. Vanda mig, Tóti, vanda mig. Ég hef reynt að gera það ekki. Þetta er alltaf, eins og Sam Harris hefur talað þetta er svolítið línudans, sko. Maður er oftast svona 2-3 feilnótum frá, þegar maður er til að tala um islam og svona. Maður er oft 2-3 feilnótum frá því að tala þannig að
að já, að það gefi misvísandi skilaboð til misjafs fólks. Já, mér hefur þótt þú gera þetta mjög ágætlega því að eins og þú hefur greint frá sjálfur, þú bara þekkir mikið ykkundum þessar trúarbragða, þú þekkir mikið af fólki sem á upprunni þessum löndum sem að við höfum kannski verið að gaggrina og haft áhyggjur af að komi með ákveðna sem að þeir gaggrina sjálfur. Já, sið og gildinga inn. Að þú hefur bara gert þetta, mér hefur þótt þér takast bara vel til að gera það. En það hefur ekkert öllum. Það er loksins sem að maður fær eitthvað hrós hérna. Já, eftir þú varst búin að slá mig nokkuð sem með að ég væri Vogue, sko. Bara sagði enginn aldrei um mig. Nei, þú varst reyndar fyrir ekki, sko, ég man bara, það var örugglega eitt af fyrstu viðtölunum sem við tókum, sko, þá hérna, spurði ég einmitt réttrúnaðinn og það var alveg bannað að vera einmitt að segja orðið réttrúnaði, sko, það varstu svona á svona rasistar mengin einhvern veginn, þú bara hérna, þetta er alveg ömurlegt. Ég svo, og það árið 2005, sjá hvert við erum komin, þá ég ánum Vogue, sko. Já, ég veit það, þetta sko fólk sem að segja hérna. Og öskra með fótboltamótum í sér rasisti og svo bara einhvern veginn ég komin hingað, sko. Þetta bara svona sveiflast pendúllinn, Tóti. Já, þetta allavega spennandi. Nei, mér finnst bara svo, það er mikilvægt og þú hefur lagt þitt að mörkum, svo ég haldi að maður rósa þér að því erum við ekki rósingina, að þú hefur náttúrulega lagt þitt að mörkum í þessu umræði. Ef við erum ekki alltaf að ræða þessi mál og veltaði fyrir okkur hvað við getum gert betur og hvað upplýsingar við getum dreifið fram. Ég hef líka sagt frá því að þeir sem hafa hvatt mig mjög til dáða í því að kalla fram tölfræðiupplýsingar eru meðal annars Pólverjar á Íslandi. Þeir vilja mjög gjarnan að sé haldið utan um tölfræði sem skipta til þjóðernisóknum. Til dæmis, akkur skildi það vera? Já, það er mjög auðvelt að fylla í það. Já, við getum bara skoða tölfræðin í Danmörku sem opinber og til þess að átta okkur því akkur Pólverjar vilja draga þessu upplýsingar fram. Já, Sómalir og Palestínumenn hafa komið sérstaklega illa út úr þeirri tölfræði. Já. Og hvað við gerum með þær upplýsingar er bara eitthvað sem við þurfum að meta. Já, en við viljum kannski að minnsta kosti hafa þær upplýsingar til þess að meta. Já. Það, viðfangsefni hverfur ekki þó þú lokir augunum fyrir því, sko. Nei, alveg eins og með kulnun. Alveg eins og með kulnun. Diljá, þetta var mjög skemmtilegt, eins og alltaf. Meina. eins og ég hélt að þetta yrði. En við ætlum að láta staðan um mig hérna. Takk aðeinslega fyrir að koma, þangað til næst.